Já, góðan daginn, ég heiti Jón Gísli Jónsson og ég prófessor í íslenskri málfræði og í þessari kynningu þá ætla ég að fara yfir MA-nám í íslensku. Mér langar til að byrja á því sem ég finnst nú vera kannski stóra spurningin sem að blasi við þeim sem að vilja fara í MA-nám í íslensku og það bara spurninginni af hverju ætti ég að gera það. Og það hægt að svara því á ýmsan hátt. Það fyrsta sem hægt að nefna bara og kannski í rauninni besta svari, það bara þetta tækifæri til að auka þekkingu sína og fræðilegan skilning á þessu fræðasviði og þá í leiðinni svona hæfni til að vinna ýmis verkefni á ólíkum sviðum. Þetta nám býður líka upp á tækifæri til að vinna með kennurum og fræðimönnum að rannsóknum. Nú oft komast menn jafnvel í launaða vinnu í tengslu við rannsóknarverkefni kennara. Menn geta til dæmis verið í því að skrifa lokarit, gera á launum innan rannsóknarverkefnis og ég þekki mörg dæmi það. Og svo náttúrulega þegar náminu lokið þá ættu menn að geta fengið hærri laun allavega hjá opinberum aðilum og svo líka náttúrulega að fara í doktorsnám ef menn vilja að læra meira. Í íslenskunni eru 5 námsleiðir og það eru taldar upp þarna. Það málfræðin, bókmenntirnar, íslensk fræði, íslensku kennsla og svo íslensku kennsla sem MT-nám. Kannski ég ætti að segja það bara strax í upphafi að munurinn á 4 og 5 fyrst og fremst sá að í MT-náminu ekki ritgerð, það ekki 30 eininga lokaritgerð, þannig að það hentar ágætlega þeim sem vil ekki skrifa langa lokaritgerð. Byrjum þá íslenska málfræði. Hún náttúrulega margskipt, það nú oft skipting í svona samtímaleg og söguleg málvísindi, íslensk mál af fornu, málsögu, íslensk nútímamál. En svo líka að tala ólík svið tungumál sem hljóðfræði, hljóðgerðisfræði, beygingar- og orðmyndunarfræði, setningafræði. Og svo náttúrulega í þessu námi fáum við auðvitað líka almenna vísindalega þjálfun. En námið þannig samsett að það eru 120 einingar til að 2 ára nám og menn þurfa að taka minnst 60 einingar á námskeiðum á meistarastigi í íslenskri málfræði. En svo megum við taka alltaf 30 einingar úr skildum greinum og það eru mjög marga greinar sem við getum talið skilda greinar, til dæmis almenn málvísindi, íslenska bókmenntir, máltækni, heimspeki, sálfræði og bara ýmislegt annað sko. Nú inntökuskilyrðin eru BA-próf með fyrstu einkunn, það sem 7,25 í íslensku almennum málvísindum sem aðalgrein. En fólk úr öðrum greinum, sérstaklega svona skildum greinum, getur líka komist inn en verður þá að taka ákveðin fjölda eininga úr kjarnanámskeiðum og það stendur á blaðinu. Og svo endar námið á lokaverkefni sem lang oftast 30 einingar en fólk má sækjum að skrifa 60 einingar ritgerð. Nú, íslenska bókmenntir, þar eru náttúrulega viðfangsefni geta verið aðferðafræðikenningar sem beitt við bókmenntarannsóknir og það líka eins og við málfræðinni svona hefð fyrir skiptingu eftir tímabilum, svo miðaldabókmenntir, íslenska bókmenntir síðaralda og svo nútímabókmenntir. Og fólk getur náttúrulega valið svona ýmsa sérhæfingu eftir hvar áhuginn liggur. Og í þessu námi fá menn sjálfsögðu almenna vísindalega þjálfur rétt eins og í málfræðinni. Og námið þannig samsett að það eru 120 einingar loknu BA-prófi, þetta svona 2 ára nám. Og nemendur þurfa að taka minnst 60 einingar úr námskeiðum á meistarastigi í íslensku bókmenntum en svo geta þeir tekið 30 einingar úr skildum greinum. Og það mjög algengt til þess að fólk taki námskeið í almennri bókmenntafræði. Svo höldum aðeins áfram með bókmenntirnar, þá náttúrulega inntökuskilyrði bara eiginlega það sama og í málfræðinni, fyrsta einkunn íslensku eða almenni bókmenntafræði sem aðalgrein og ef menn eru með próf í svona skildum greinum þá þurfa menn að taka 30-40 einingar í kjarnanámskeiðum. Og svo líkur námunum með meistaraprófsritgerð sem lang oftast 30 einingar en við mega sækjum að skrifa 60 einingar ritgerð. Þá kom íslensku fræðum sem svona heila bara, við getum kallað það svona bland í poka, það heila fyrir þá sem að vilja bæði læra bókmenntir og málfræði. Og það námið þannig samsett að þetta 120 einingar og að loknu BA-prófi
En þarna þurfum við að taka bæði námskeið úr málfræðinni og bókmenntunum og það er gert ráð fyrir þessi minnst 30 einingar úr málfræðinni og 30 einingar úr bókmenntunum og svo getum við tekið alltaf 30 einingar í námskeiðum í skyldum greinum. Og inntökuskilyrði bara eins og í málfræðinni og bókmenntunum er BA-próf með fyrstu einkunn í íslensku. En menn geta líka komist inn með BA-próf í almennu bókmenntafræði og almennu málvísindum en menn taka þá kjarnanámskeið í faginu sem að fólk hefur ekki lært. Nú, þá komum við að íslensku kennslunni, þessi glærár reynda líka bæði við hefðbundina íslensku kennslu og líka MT-námið. Það er náttúrulega mjög margvísleg viðfangsefni, bæði þessi hefðbundu viðfangsefni í bókmennta- og málfræðirannsóknum, en þar að auki náttúrulega viðfangsefni sem að tengjast kennslufræði og kennslu og skólastefnu og námskrá og svo framvegis. Þannig að þetta er dálítið langur listi þannig yfir viðfangsefni. Inntökuskilyrðin er eins og áður 7,25 í íslensku sem aðalgrein en fólk með BA eða B1-próf í öðrum greinum getur komist inn í þetta nám en þá þarf að taka ýmis svona kjarnanámski í íslenskunni til að hafa nægilegan undirbúning til að halda áfram. Nú hér er það íslensku kennslan, þá er ég bara að meina þess að hefðbundnu íslensku kennslu, þar er gert ráð fyrir 2 ára námi, það er 120 einingum, en menn hafa val það hvort þetta er svokallað samsett nám eða samþætt nám, en ég held mér sér þetta fullir það að samsetta námi er miklu vinsælla og miklu fleiri sem taka svona samsett nám. Og það er þannig uppbyggt að fyrra árunum þá taka með 40 einingar í svona kennslufræði námskeiðum sem er svona kjarni tekin á menntavísindasviði og svo eru 20 einingar í viðbót í valnámskeiðum. En svo seinna árið sem sagt á hugvísindasviði, þar eru tekna 30 einingar á meistarastigi í íslenskri málfræði, íslensku bókmenntum, að minnst kosti 10 einingar í hvorri grein og svo líkur þessu námi með 30 einingar meistaraprófsritgerð sem er á hugvísindasviði. Já, þá er það sem sagt MT-námið sem er tiltölulega nýtt nám, það byrjaði sem sagt í fyrra haust. MT stendur fyrir sem sagt Master of Teaching og það er eins og önnur aðrar MA-námsleiðir, það er 120 einingar að loknu BA-prófi og það má skipta þessu upp eins og íslensku kennslunni í 2 ár. Fyrra árunni þá taka menn 40 einingar í kennslufræðinámskeiðum og svo 20 einingar í valnámskeiðum sem eru yfirleitt tekin á menntavísindasviði og falla undir uppeldis- og kennslufræði. En á seinna árinu þá taka menn 60 einingar í meistaranámskeiðum, íslenskri málfræði, íslenskum bókmenntum, að lágmarki 20 einingar í hvoru og svo er rétt að benda á það að menn mega taka hámarki 30 einingar í svonefndum M-námskeiðum, en það eru námskeið sem eru eiginlega svona mitt á milli þess að vera framhaldsnámskeið og grunnnámskeið og eru hugsuð bæði fyrir BA-nema sem eru búnir með svona cirka 1,5 ár og MA-nema. Nú, svo er spurningin tækifæri og störf á námu lokni. Ég var kannski eitthvað litið búin að fjalla með þetta upphafunni en það er alltaf að hnykkja á nokkrum atriðum. Því að það kemur oft þessi spurning fyrir þá sem hjá þeim sem er í námi í íslensku, hvað ætlar mann að gera við þetta nám? Og svo spurning vakna alltaf alveg eins á MA-stíginu eins og BA-stíginu. En ég held að svar við þessari spurningu sé nú bara einfaldlega það eru mjög mörg störf sem að við getum tengt við námi í íslensku máli og bókmenntum. Það er til dæmis störf á fjölmiðlum og auglýsingastofum, það er mjög algengt að íslenskunemar endi þar. Svo geta náttúrulega verið alls kyns svona fræðistörf, kennsla sem skólastigum og störf sem að fela í sér miðlun upplýsinga og þekkingar. Og svo er náttúrulega ýmis störf á svona menningastofnunum og bókafólugum. Og svo má heldur ekki gleyma því að MA-nám er náttúrulega aðgangsmiði að doktorsnámi bæði hér heima en ekkert síður erlendis og það er líka rétt að ítreka það að MA-próf í íslensku er próf sem er alþjóðlega viðurkennt og það getur hæglega skila manni inn í doktorsnámi í erlendum háskólum. Já, en áður en ég hætti þá ætlum ég bara að hvetja ykkur til þess að hafa samband ef þeir einhverjar spurningar. Þið getið farið inn á náttúrulega heimasíðu háskólans að hi.is,
Þið getið farið á heimasíðu hugvísindasviðs á hug.hu.is. Það hægt að ringja á skrifstofu hugvísindasviðs í síma 525 44 00. Það líka hægt að senda tölvupóst á hug@hu.hi.is og svo líka í rauninni bara hægt að hafa samband við kennar íslensku. Ég held við séum all meira og minna tilbúin til að svara spurningum námið. Þá segi ég bara takk fyrir mig.